Góðan daginn, kæru áhorfendur. Nú höfum við beina útsendingu vegna fyrirhugaðra breytinga á örorkulífeyriskerfinu. Ég heiti Þuríður Harpa Sigurðardóttir og fundarstjóri hér í dag. Ég vek athygli á því að þau ykkar sem vilja sjá textaðan útgáfu geta farið inn á frn.is og séð hana þar. En þá ætla ég að gefa honum Guðmundi Inga Guðbrandsssyni, félags- og vinnumarkaðsráðherra, orðið og gjöra svo vel. Kærar þakkir Þuríður og komið öll sem blessuð og sæl og verið innilega velkomin á þennan kynningafund fyrirhugaðar breytingar á örorkulífeyriskerfinu. Ég ætla að byrja á því að draga aðeins saman hvað við erum að gera og kannski koma örlítið inn á hvað við erum ekki að gera. Það hefur verið mjög mikið ákall að við þurfum einfaldara kerfi og við þurfum réttlátara kerfi. Það hefur verið ákall að það þurfi að hverfa frá því að fólki sé hreinlega refsað fyrir að vinna vegna þess að það dragist svo mikið frá bótum. Það hefur verið ákall það að þau sem búa ekki ein, að þau þurfa að hækka meira vegna þess að þau hafi dregist mikið aftur úr miðað við lágmarkslaun. Og það hefur verið ákall það að við þurfum að vinna betur saman í endurhæfingunni og stoppa í þau göt sem að verða í framfærslunni hjá fólki. Hérna eru 4 áskoranir sem ég búin að telja upp og við erum að mæta þeim öllum með þeim breytingum sem við erum að leggja til á örorkulífeyriskerfinu. Við erum að einfalda með því að sameina bótaflokka og fólk getur haft alltaf 100.000 krónur í aðrar tekjur en frá ríkinu áður en að bæturnar frá ríkinu fara að skerðast. Þannig að við erum ekki lengur að skerða eins og framfærsluuppbótina frá fyrstu krónu. Þetta gríðarlega mikið réttlætismál og þar með hægt að segja við erum ekki að refsa fólki fyrir að vinna, við erum að gera fólki kleift að taka skref út á vinnumarkaðinn. En þar með erum við ekki að segja að við ætlum að pína öll út á vinnumarkaðinn, bara alls ekki. Því það eru ekki öll sem að geta unnið og það þarf að taka vel utan þann hóp líka og það gerum við með þessum breytingum. Ég vil líka taka fram að þetta ekki breska starfsgetumatið sem hefur verið mikið í umræðu. Við erum að horfa mun víðar á hlutina heldur en gert hefur verið í Bretlandi og ég mun fara betur yfir það hér á eftir. Og ég vil líka taka sérstaklega fram að öll þau sem eru á örorku í dag, hvort sem þau eru með varanlegt eða tímabundið örorkumat, munu færast yfir í nýtt kerfi og vera áfram á örorku. Og þetta gríðarlega mikilvægt vegna þess að við erum ekki að ætlast til þess að fólk fari aftur í mat sem komið á örorku nú þegar. Það hefur verið sagt að þetta séu einar mestu breytingar sem hafi verið gerðar á örorkulífeyriskerfinu frá upphafi. Ég sammála því, en ég vil líka meina að þetta séu bestu breytingar sem lagðar hafa verið til. Og vil vinna því að við náum að klára þetta fyrir fólkið í landinu, fyrir örorkulífeyrisþega og það það sem við erum að vinna að. Ég kannski búin að fara aðeins yfir þetta. Af hverju erum við að gera þessar breytingar? Kerfið flókið, það ógagnsætt, það ekki réttlátt, litlir hvatar til atvinnu, þátttöku, en hins vegar mörg tækifæri fólkin í því að koma í veg fyrir að fólk fari ótímabært á örorku. Og við höfum nú þegar náð árangri. Við höfum verið með aukna áherslu á endurhæfingu fólks þegar að það verður fyrir slysi eða á við sjúkdóma stríða og þar með hefur nýgengi örorkulífeyrisþega farið niður eins og við sjáum á myndinni hægra megin á sama tíma og fjöldi þeirra sem hafa komið inn í endurhæfinguna þeim hefur fjölgað. Og ef við skoðum grafið hérna eða súluritið til vinstri að þá sjáum við á undanförnum árum að þá höfum við náð árangri í gegnum endurhæfinguna. Það eru fleiri það eru færri sem að fara á örorku eftir að 24 mánuðum liðnum eftir endurhæfinguna. Það að segja, okkur að takast að koma fleirum aftur út á vinnumarkaðinn og það gríðarlega jákvætt. Hægra megin sjáum við síðan hversu miklu máli það skiptir að grípa inn í sem allra fyrst eftir að fólk slasast eða veikist eða verður fyrir áfalli
vegna þess að súlan sem að sýnir 80%, það fólk sem með laun í upphafi þjónustu hjá VIRK, þar að segja, það að nýta sér veikindaréttin sem það fyrsta sem að grípur þig þegar þú dettur út á vinnumarkaði, og 80% af þeim sem eru á veikindarétti þegar það hefur þjónustu hjá VIRK, það nær aftur út á vinnumarkaði. Meðan það bara 55% þeirra sem eru með einhvers konar annars konar framfærslu. Þannig að það að grípa inn í snemma skiptir mjög miklu máli þegar kemur að endurhæfingunni. Nýja kerfið. Við erum að horfa til þess að bæta þjónustu og auka samvinnu þegar við horfum til endurhæfingarinnar. Við erum að horfa til þess að bæta kjör fólks, einfalda greiðslukerfið og gera það betra og sanngjarnara. Og við erum að setja inn mikilvæga hvata til atvinnuþátttöku. En eins og ég sagði áðan, við erum ekki að pína fólk út á vinnumarkað. Helstu breytingarnar á kerfinu eins og þær snúa að því frumvarpi sem ég mælti fyrir á Alþingi 21. mars síðastliðinn, snúa að breytingum á lögum almannatryggingar, lögum félagslega aðstoð og lögum vinnumarkaðsaðgerðir. Og ég ætla núna að fara í meginatriðum yfir hvað þessar breytingar munu hafa í för með sér verði þær samþykktar á Alþingi. Ég ætla að byrja á endurhæfingunni og þar það tvennt sem að mig langar til þess að ræða sérstaklega. Það að með frumvarpinu og þeim lagabreytingum sem að þar eru lagðar til, erum við að hvetja til þess eða við erum að skylda þá þjónustu aðila sem að sinna endurhæfingu í dag til þess að vinna meira saman. Til þess að taka betur utan þá einstaklinga sem að pingponga í kerfinu á milli atvinnutengdrar og heilbrigðistengdrar endurhæfingar svo dæmi sé tekið. Segjum einstaklingur sem að kemur til VIRK í starfsendurhæfingu og VIRK sér fljótlega, þessi einstaklingur áður en að hann getur verið hjá okkur í atvinnutengdri endurhæfingu, þarf eiginlega að fara og njóta þjónustu í heilbrigðiskerfinu, til dæmis hjá geðheilsuteymi. Og eins og kerfið hefur verið, að þá enginn sem að fylgir viðkomandi í gegnum kerfið, heldur utan viðkomandi. Og þessu viljum við breyta, þannig að ábyrgðin sé skýr og að við séum að leiða einstaklingin á milli þjónustuaðila í staðinn fyrir að hann sé svolítið týndur í kerfinu. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og á við þá fólk sem með fjölþættan vanda. Fólk sem kemur inn í endurhæfingu, kannski fyrir beint inn á Reykjalund eða beint til VIRK og getur síðan bara farið aftur beint út á vinnumarkað. Við höfum ekki áhyggjur af því fólki, en við höfum áhyggjur af fólkinu sem á við þennan fjölþætta vanda að stríða og við viljum taka betur utan það. Og til þess að styðja við þetta, og það hitt atriði sem ég langar að nefna varðandi endurhæfinguna, að þá erum við að horfa til þess að endurhæfingagreiðslurnar sem hafa verið hingað til, sem að núna heita sjúkra- og endurhæfingagreiðslur, að þær grípi fólk betur, að greiðslutímabilið sé samfellt. Þetta eru greiðslur fyrir fólk sem að hefur slasast, á við sjúkdóma að stríða eða orðið fyrir áfalli og á þannig við langvarandi heilsubrest að stríða, fer inn í endurhæfingakerfið og við erum að styðja það með framfærslu. Framfærslan hefur verið þannig í sumum tilfellum að fólk hefur verið að missa framfærsluna þegar það að pingponga inn í kerfinu á milli mismunandi þjónustaðila. Og þetta eitthvað sem við viljum koma í veg fyrir og stoppi þessi göt sem í framfærslunni. Og af hverju það mikilvægt? Jú, það segir sig sjálft að ef þú ert í endurhæfingu og þú þarft að hafa endalausar áhyggjur af því að þú hafir ekki framfærslu, að þá hefur það auðvitað neikvæð áhrif á endurhæfingu þína. Þú ert kvíðinn, þú ert hræddur. Og þessu viljum við breyta. Og einn liður í því að fólk geti verið á endurhæfingagreiðslum á meðan það ennþá of veikt til þess að geta stundað endurhæfinguna. Það að bíða eftir að ná ákveðnum bata til þess að geta til dæmis farið inn á Reykjalund, kannski krabbameinssjúklingur, nú eða inn í starfstengda endurhæfingu. Og hitt atriði sem að skiptir ekki minna máli að þegar að fólk að bíða eftir að koma stað, það eru biðlistasumstæður í kerfinu okkar, að þá fái fólk líka greitt. Það sparar líka læknunum sem hafa nú verið í fréttunum núna tíma við að skrifa endalausar endurhæfingaráætlanir.
Þannig að við erum að leggja okkar að merkum þar líka. Þegar að fólk hefur síðan gengið í gegnum endurhæfinguna, þá á einhverjum tímapunkti kemur að því að ef það kemst ekki bara beint út á vinnumarkað og getur haldið áfram að vinna, að það vill óska eftir mati, því sem að hingað til hefur verið örorkumat, ekki satt. Og við erum að kynna til sögunar að í stað þess læknisfræðilega örorkumat sem að hefur verið í lífi núna undanfarin 25 ár hér á Íslandi, að þá kynnum við til sögunar heildrænt mat, svo kallað samþætt sérfræðimat, sem að tekur til líkamlegra, félagslegra og sálfræðilegra þátta. Þannig að við erum að horfa miklu heildstæðar á málið. Ég tek það skýrt fram að það er líka til fólk út í samfélaginu sem að mun ekki fara í gegnum endurhæfinguna, vegna þess að það er bersýnilegt að endurhæfing mun ekki hafa nein áhrif á getu þess til þess að vera á vinnumarkaði. Þannig að það mun geta komist hjá því að þurfa að fara í endurhæfingu og geta farið beint inn á örorku. Þannig eru lögin skrifið. Ég vil bara taka það skýrt fram líka. Samþætta sérfræðimati. Hérna sjáum við mynd af því hvernig við ætlum okkur að nálgast samþætta sérfræðimati. Við ætlum að vera með heildstæða nálgun, þar sem að við horfum á áhrif sjúkdóms, fötlunar eða slyss á færni einstaklingsins, en í samhengi við umhverfi hans og einstaklingsbundna þætti. Og það sem þið sjáu hér á glærunni, þar sem er svona hringur utanum efsta kassan, heilsufarið, þetta er svona þessi dæmigerða læknisfræðilega nálgun sem hefur verið við lýði í mjög mörgum löndum í langan tíma, en mörg lönd hafa verið að hverfa frá og hafa verið að fara meira í þessa átt. Það sem er líka verið að horfa til þátta eins og færni fólks til þess að til dæmis að taka þátt á vinnumarkaði, þáttaka og athafnir eins og stendur þarna í kassanum. Breska starfsgetumatið væri þarna, en það sem við erum að horfa á og breska starfsgetumatið gerir ekki eru umhverfisþættir og einstaklingsbundnir þættir. Og hvað eigum við með því? Jú, ekki bara hver er líkamleg geta miðað við þær skerðingar sem viðkomandi er með, heldur eru við líka að horfa á umhverfið. Til dæmis er viðeigandi stuðningur á vinnustaðnum vegna fötlunar viðkomandi einstaklings. Er yfir höfuð vinnu að fá fyrir akkurat þennan einstakling? Og síðan einstaklingsbundni þættir, eins og aldur, kyn, það er munur á mannesku sem er 21 árs og mannesku sem er 62 ára og það getur haft áhrif á matið. Það eru líka einstaklingsbundnir þættir eins og áhugi og vilji til þess að vinna og það eru þættir sem að snúa líka aðlögunarhæfni fólks. Þannig að þetta eru svona dæmi það, þættir sem að við viljum taka inn í matið, þannig að við horfum á umhverfi fólks, á samfélagið og síðan einstaklingsbundna þætti, en ekki eins og er í þessu hérna kerfi sem ég sýndi ykkur á undan, eins og breska kerfið er, þannig að okkar kerfi er ekki breska starfsgetumatskerfi, bara þannig að það sé alveg á hreinu. Nú, það getur síðan þrennt komið út matinu. Og ég ætla bara að vara ykkur við að þessi kynning er mjög löng. Þannig að ég bið ykkur að hafa þolinmæði með mér. En það er þrennt sem að getur komið út úr samþætta sérfræðimatinu. Í fyrsta lagi að þá getur matið verið þannig að viðkomandi metin með minna en 25% getu til virkni á vinnumarkaði. Og þá fær viðkomandi rétt til örorkulífeyris. Ef að viðkomandi er metin með 26-50% getu til virkni á vinnumarkaði, þar að segja getur stundað hlutastarf, þá fær viðkomandi rétt til hluta örorkulífeyris. Nú ef að viðkomandi með meira en 50% getu til virkni á vinnumarkaði, þá hefur hann ekki rétt til framfærslustuðnings úr almannatryggingakerfinu og það er í rauninni engin breyting frá því sem er í dag. En kíkjum núna nánar á þessa tvo efri, rétt til örorkulífeyris og rétt til hluta örorkulífeyris. Og hérna sjáum við, ég talaði í upphafi einföldun á kerfinu. Hér sjáum við dæmi einföldunina. Nýr örorkulífeyrir eða breyttur örorkulífeyrir, þar erum við að horfa á það að sameina það sem í dag heitir örorkulífeyrir
tekjutrygging og sérstök framfærsluuppbót. Að setja það allt saman inn í breyttan eða nýjan örorkulífeyri. Og ég veit að mörg munu fagna því að framfærsluuppbótin, þar sem að allar tekjur sem að viðkomandi hefur utan þess sem hann fær frá ríkinu, skerða framfærsluuppbótina. Það heyrir nú sögunni til. Og við erum komið með nýjan örorkulífeyri sem að ég segi ykkur aðeins betur frá á eftir. Ég tek aftur fram, öll sem eru með örorkumat í dag, hvort sem að það varanlegt eða tímabundið, munu vera áfram á örorkulífeyri í nýju kerfi. Þetta grundvallaratriði. Hluta örorkulífeyrin, hann hugsum við sem 75% af upphæð örorkulífeyrisins. Þannig að ef þú ert með getu til virkni á vinnumarkaði sem að jafngildir hlutastarfi 26-50%, að þá viljum við aðstoða fólk til þess að komast út á vinnumarkað vegna þess að það eykur lífsgæði þess. Og það viljum við gera meðal annars með því að vera með ríkulega hvata, vera með há frítekjumörk. Og þið sjáu það hérna á þessari glæru að við erum að tala að viðkomandi einstaklingu sem er á hluta örorkulífeyri getur verið með alltaf 350.000 krónur í tekjur áður en bæturnar frá ríkinu fara að skerðast. Og þetta leikbreytir eða game changer, afsakið að ég mér finnst þetta svolítið flott þýðing hjá mér en ég veit ekki hvað ykkur finnst. Þetta leikbreytir vegna þess að þarna erum við svo sannarlega að styðja við fólk út á vinnumarkað. Ef að það getur unnið og ef það vinnu að fá. Og þá komum við að því, vegna þess að svona hugmyndir hafa áður komið fram hér á Íslandi í tengslum við mögulega breytingar á örorkulífeyriskerfinu. Og aðal áhyggjuefni hefur verið, hvað ef að viðkomandi einstaklingur á hluta örorku fær nú ekki vinnu? Hvað ætlum við að gera þá? Við erum með tvenns konar lausn á því. Annars vegar, við gefumst ekki upp strax. Við aðstoðum viðkomandi við að reyna að fá vinnu. Þannig að Vinnumálastofnun falið það hlutverk að aðstoða viðkomandi einstakling í atvinnuleit í alltaf 24 mánuði og meðan fær viðkomandi greiddan svokallaðan virknistyrk og virknistyrkurinn pluss hlutaörorkan jafnmikið og örorkulífeyririnn yrði í nýju kerfi. Þá gæti næsta spurning verið, með mig, allt í góðu, en hvað ef að viðkomandi ekki komið með vinnu eftir þess að 24 mánuði? Erum við þá ekki bara með sama vandamál? Það bara búið að fresta því 24 mánuði. Lausnin sem við leggjum fram við því að þá getur viðkomandi farið aftur í samþætta sérfræðimati. Og þá erum við búin að komast til dæmis að því að mögulega bara enga vinnu að fá fyrir viðkomandi einstakling vegna þess að aðstæður á vinnumarkaði eru með þeim hætti, ekki viðeigandi aðstæður eða einhverjir einstaklingsbundnir þættir sem að valda því að viðkomandi getur ekki verið á vinnumarkaði. Og þá færi viðkomandi einfaldlega inn á örorku. En af hverju mikilvægt að hafa þetta? Jú, vegna þess að við viljum auðvitað reyna að styðja við fólk til þess að komast á vinnumarkað ef að það hefur til þess getu. En ég tek aftur skýrt fram, þau sem að geta ekki unnið, við erum ekki að fara að pína þau út á vinnumarkaði. Hérna sjáum við síðan helstu stærðir í nýju kerfi miðað við árið í ár. Þær munum náttúrulega taka hækkunum og breytingum fram á næsta ár, af því að það fyrirhugað að kerfið taki gildi 1. september á næsta ári. Og hérna sjáum við í fyrsta dálkinum sem heitir lífeyrir grunngreiðsla að þær eru settar á 380.000 krónur, hlutaörorkan 75% af því og virknistyrkurinn meðan að vera að leita að vinnu meðan þú ert á hlutaörorku 25% af örorkulífeyrinu. Síðan sjáum við næstu dálkar sem eru heimilisuppbót og aldursviðbót. Það verður sem sagt áfram greitt heimilisuppbót til þeirra sem að búa ein. Hins vegar erum við að draga úr vægi heimilisuppbótarinnar, meðal annars til þess að geta hækka grunninn meira, þannig að það þýðir að þau sem að búa ein
muni ekki hækka eins mikið og þau sem að búa með öðrum í nýju kerfi. En þá ber að muna það að á undanförnum árum að þá hafa þau sem búa ein hækkað meira heldur en þau sem búa ekki ein. Og það hefur verið mikið ákall eftir því að þau sem að búa ekki ein að við hækkum grunninn vegna þess að þau eru allt of langt frá lágmarkslaunum í landinu. Síðan aldursviðbótin, við erum líka að draga úr vægi hennar til þess að geta hækka grunninn meira og hún greidd til þeirra sem að fara unga á örorku vegna þess að það eru minni líkur á að þau geti safnað sér inn lífeyrisréttindum. Okay? Ég vil benda samt sérstaklega á það að þó svo við séum að draga úr vægi heimilisuppbótar og draga úr vægi aldursviðbótar að þá skiptir gríðarlega miklu máli að geta hækkað grunninn og það skiptir líka máli upp á framtíðina til þess að geta haldið áfram að bæta kjör örorkulífeyrisþega. Við erum komin með miklu skýrara, einfaldara og réttlátara kerfi ef að þessa breytingar gangi í gegn sem að hjálpa okkur að halda áfram að bæta kjör örorkulífeyrisþega. Síðan sjáum við síðustu 3 dálkana. Þar erum við með frítekjumörkin og fyrir þau sem eru á örorkulífeyri, þau eru með almennt frítekjumark upp á 100.000 krónur. Það þýðir að alveg sama hvaða tekjur þú hefur aðrar en frá ríkinu, hvort sem að þú ert að vinna inn einhver smávægis laun eða lífeyrissjóðstekjur eða fjármagnstekjur, að bæturnar þínar frá ríkinu, greiðslurnar frá ríkinu skerðast ekki eða minnka ekki fyrir þú ert komin yfir 100.000 kallinn. Þannig að við erum að hækka við erum að hækka grunninn, þau sem hafa ekkert annað en ríkið, en við erum líka að gera breytingar sem að þýða það að fyrsti 100.000 kallinn sem þú færði í aðra tekjur, hann skerðir þig ekki hvað varðar það sem þú færð frá ríkinu. Og þetta mjög mikilvægt. Síðan þið horfið á hlutaörorkulífeyrinn, þar almennt frítekjumark 100.000 krónur en frítekjumark vegna atvinnutekna 250. Og þið getið lagt þetta saman, þetta mega allt vera atvinnutekjur eða lífeyrissjóðstekjur og atvinnutekjur og sem að þýða það að fólk getur verið með tekjur upp á 350.000 krónum áður en að hlutaörorkan fer að skerðast. Og þetta þá hugsað til þess að auðvelda fólki það að vera út á vinnumarkaði. Það að segja það eru hvatar til þess að fara út á vinnumarkaði. Gleymi hérna einu, síðan skerðingarhlutfalli, það að segja þegar þú ert komin fram yfir frítekjumörkinu með meiri tekjur heldur en sem nemur frítekjumörkunum, að þá fara greiðslurnar frá ríkinu að skerðast og þá 45% fyrir hverja krónu. Okay? Góðu tíðindi núna eru þau að ég meir en hálfnaður. En hér fékk ég lánaða glæru frá honum Bergþóri á ÖBI sem alveg frábær vegna þess að hann var að sýna þetta og fundi í ráðuneytinu daginn. Þetta frádrátturinn í dag, sem sagt frádráttur eða skerðingar á mismunandi bótaflokka. Mismunandi prósentur eftir því hvað þetta þið sjáuð að þetta eru 2, 4, 6, þetta eru 10, 15 mismunandi skerðingar. Og svo nýja kerfið í dag, 1%. Þetta hluti af því að einfalda kerfið og gera það miklu skiljanlegra fyrir notandan líka á sama tíma. Og bara takka Bergþóri fyrir að leyfa okkur að nota þetta, mér fannst þetta svo flott. En hvað þýðir þetta í stærra samhengi? Jú, 95% lífeyrisþega að fá hærri greiðslur í nýju kerfi. Ok, þá hugsar fólk strax, býtu eitthvað að lækka? Já, það fólk að lækka sem með mjög háar lífeyrissjóðstekjur. En það fólk sem með mjög háar tekjur í dag og við höfum ekki áhyggjur af. Þið sjáu hérna að 74% að hækka meira en 30.000, 6% að hækka 10-30 og 15% að hækka alltaf 10.000 krónur. Og nokkur dæmi? Nei, ekki alveg strax. Fyrst ætla ég að segja ykkur frá því að við erum búin að búa til reiknivél, þannig að fólk getur slegið inn upplýsingar. Það eru þetta fyrirvarar á öllum reiknivélum og fyrirvararnir á þessari reiknivél að hún virkar fyrir þau sem eru með 75% örorkumat, eru búsett hér á landi
og hafa áunnið sér full réttindi í almannatryggingakerfinu. Ef þetta á ekki við fólk, þá kemur ekki rétt út úr reiknivélinni. En allavega sjáum nokkuð dæmi. Hér erum við með örorkulífeyrisþega í dag, annars vegar sem er súlan vinstra megin og hins vegar í nýja kerfinu sem er súlan hægra megin. Þetta er manneskja sem er 18 ára við fyrsta mat, er 75% öryrki, býr með öðrum, nota bene, og hefur engar aðrar tekjur en frá ríkinu. Og muniði, þau sem að búa með öðrum er að fara að hækka meira vegna þess að þau eru miklu lægri í dag. Og svo höfum við sömu mannesku, eða nærri því sömu mannesku, sem að býr ein, hún er að hækka mun minna. Hérna erum við með 33.000, hérna erum við með 4.000. Þannig að þessi manneskja, hún væri að fara upp í sennilega 410.000, meðan að þessi væri að fara upp í 467.000, ef ég man þessa tölur rétt. Og svo erum við með annað dæmi hérna, manneskja sem er 50 ára við fyrsta mat, hún býr ein, en hún hafði unnið sér inn talsverðan rétt í lífeyrissjóði og er að hækka samtals frá ríkinu 86.000 krónur. Og þetta er út af þessu frítekjumarki, þessum 100.000 króna frítekjumarki. Þannig að krónurnar þínar upp á 100.000 kallinum er að valda því að það verða ekki skerðingar fyrir en að eftir að þú ert komin yfir 100.000 kallin og þið sjáu bara á þessu hvað það er miklu betra kerfi heldur en við erum með í dag. Hérna er annað dæmi, manneskja sem er með 100.000 krónur í atvinnutekjur, 35 ára við fyrsta mat og er að fá eitthvað 70.000 krónur meira. Sumir að fá lítið meira, önnur er að fá talsvert mikið meira og það er það sem að kemur út þegar þú ert með einföldun og kerfi. En við búum til betra kerfi sem að getur gert okkur kleift í framtíðinni líka að gera skynsamlegar breytingar til bóta fyrir örorkulífeyrisþega. Og svo ætla ég bara að lokum að segja ykkur að, og þetta tengist ekki frumvarpinu, við erum að vinna með Vinnumálastofnun að því að endurskoða allan stuðning ríkisins við fatlað fólk út á vinnumarkaði eða fólk á örorku, eða hluta örorku í nýju kerfi. Við erum til dæmis að taka unga hópinn sem er stundum kallaður nýthópurinn, þessi fólk sem er ekki í vinnu, ekki í námi og ekki í starfsþjálfun. Við erum að taka sérstaklega utan þau og veita þeim einstaklingsbundna þjónustu til þess að reyna að aðstoða þau út á vinnumarkaðinn. Þetta er verkefni sem er í gangi nú þegar. Við erum að horfa til þess hvernig getum við stutt fólk sem er með langtímasjúkdóma, eins og gigt eða MS-sjúkdóminn eða geðsjúkdóma, sem er að detta úr vinnu kannski tímabundið í mánuði eða 3 mánuði eða 7 mánuði. Og getur ríkið komið og greitt hluta að launum viðkomandi meðan að viðkomandi verður að fara út á vinnumarkaði í þessa 3 mánuði eða 5 mánuði eða hvað það er. Þetta erum við að skoða til þess að geta stutt við atvinnuþátttöku þessa fólks og það detti ekki bara út af vinnumarkaði eins og gerist alltof oft í dag. Og í 3. lagi og 4. lagi erum við að endurskoða vinnusamninga öryrkja og ráðningarstyrki til fatlaðs fólks og til þess að nái betur utan þann fjölbreytileika sem einkennir þennan hóp. Og þetta er eitthvað sem að við höfum verið að undirbúa núna í svolítinn tíma og erum að fara að hefja samráð við hagsmunasamtök fatlaðs fólks, stofnanir hins opinberu fyrirtæki, af því að við viljum líka hvetja fyrirtækin til þess að taka á móti fólki í hlutastörf og ekki síst hið opinbera sem að því miður hefur ekki leitt á undan með góðu fordæmi, ekki hingað til. Síðan eru nánari upplýsingar á vefnum hjá ráðuneytinu frn.is en ég hygg að ég sé búinn í bili. Takk fyrir. Góðu yfirferð á breytingunum sem fyrirhugaðar eru og framundan eru. Þetta eru sannarlega miklar breytingar og mikilvægt að vel takist til að koma þeim í gegn. En næst ætlum við að heyra af því hvernig málin snúa við að horfa fólki sem að starfar innan kerfisins, innan stofnana og er í sínu starfi að þjónusta viðskiptavini kerfisins. Og þetta er fólk sem hefur mikla þekkingu á málaflokknum. Og ég ætla að kynna fyrst til leiks Vigdísi Jónsdóttur,
forstjóra VIRK, starfsendurhæfingarsjóðs, en VIRK stærsti endurhæfingar aðili landsins. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þessa fínu yfirferð. Við hjá VIRK við sjáum gríðarleg tækifæri í þessum nýju kerfisbreytingum og það eru miklir hagsmunir þarna fyrir okkar þjónustu þegar og það er ýmsir þættir sem koma þar til og ég get bara til dæmis nefnt þessa nýju sjúkra- og endurhæfingargreiðslur sem greiðast núna líka þegar fólk á biðlistum, þegar fólk að fara á milli kerfa. Já, tala hærra. Mér liggur ekki hátt rómur. Já. Við sjáum mikil tækifæri í nýjum sjúkra- og endurhæfingargreiðslum, bara sem dæmi þegar fólk að fara á milli kerfa og þarf að bíða, til dæmis að því að það nú þannig þegar fólk veikist, að þetta ekki bara bein og breið leið. Fólk lendir í alls konar hlutum og það getur orðið bakslag í veikindum og svo framvegis, þannig að það er ekki óalgengt að fólk fari frá okkur í starfsendurhæfingu inn í heilbrigðiskerfið, koma svo jafnvel til okkar aftur og þessar nýju sjúkra- og endurhæfingargreiðslur gera fólki kleift að hafa trygga framfærslu á meðan þessu ferli stendur. Þannig að það þarf ekki verið í angist framfærslu sína og við vitum það bara að þegar fólk hefur ekki trygga framfærslu að þá náum við ekki góðum árangri í endurhæfingu. Þá allur fókusinn á það að geta borga reikninga og það er bara eðlilegt. Þannig að þetta er svo mikilvægt fyrir okkar fólk í endurhæfingunni að breyta kerfin og breyta greiðslunum á þennan hátt. Svo að við sjáum mikil tækifæri í þessu og þá getum við líka náð betri árangri í endurhæfingunni. Síðan það líka eins og þetta að fólk geti fengið hluta örorkulífeyri með þessu rúma frítekjumarki. Það er bara margir sem útskrifast frá okkur og eru kannski að glíma við heilsubrest ævina á enda en geta alveg unnið og vilja vinna. Að þarna gefst tækifæri fyrir fólk að vinna og hafa samt bætur á móti vegna þess að þessi einstaklingar geta ekki unnið fullstarf, geta unnið að hluta og þetta gerir þeim kleift að taka þátt á vinnumarkaði. Í raun og veru öllum til hagsbóta, bæði þessum einstaklingum, atvinnulífinu og samfélaginu öllu. Þannig að þetta eru miklir hagsmunir. Þarna nýtt síðan samþætt sérfræðimat, þarna líka, það bara tími til komin. Við erum búin að nota sama örorkumatsstuðulinn síðan 1999. Ég held að sé engin þjóð að nota þennan stuðul í dag. Þannig að mér finnst það bara gríðarlega ánægjulegt að við séum að fara af stað í þessa þróun og ég veit að bæði ráðuneyti og Tryggingastofnun vilja standa vel að þessu, vilja vanda sig og byggja upp sanngjarnt og gott mat og við hjá VIRK viljum gjarna styðja við það. Fjórði þáttur sem ég langar að nefna hérna líka síðan áhersla, þessi almenna áhersla á endurhæfingu, þessi jákvæðu vinkil sem í raun og veru á þessum kerfisbreytingum og skilir þau líka að stofnanir starfi meira saman og það finnst mér vera mjög jákvætt. Á þann hátt getum við búið til fleiri tækifæri og það raun og veru á að stofna þessi samhæfingateymi með fulltrúum allra stofnana og með því að tala betur saman þá búum við til betri og meiri tækifæri fyrir okkar fólk og það það sem við eigum að gera. Okkar reynsla hjá VIRK svo fólk vill vinna eða fara tækifæri til þess og þessar kerfisbreytingar að búa til tækifæri. Þannig að við erum bara mjög spennt og mjög jákvæð fyrir þessum kerfisbreytingum. Takk fyrir. Takk fyrir þitt innlegg, Vigdís, og þá ætla ég að bjóða velkomna Sigríði Dóru Magnúsdóttur, forstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Heilsugæslan mun taka þátt í samhæfingarteymunum sem að ráðherra kynnti áðan, auk þess sem hún þjónustar endurhæfingar og örorkulífeyristaka. Gjörðu svo vel. Takk. Já, fyrir okkur í heilsugæslunni þá þetta bara alveg afskaplega ánægjulegar breytingar sem við sjáum hérna. Það náttúrulega, það mjög jákvætt að kerfið sé einfaldað. Við erum að horfa með hagsmuni skjólstæðingana. Þetta mun verulega einfalda þeirra líf því að við höfum bæði varðandi örorkun en ekki síðurvandi endurhæfingarlífinu. Þá hefur þessi óvissa verið að detta á milli í kerfinu. Þessi framfærslukvíði hefur verið alveg mjög áþreifanlegur og skiljanlegur. Þannig að það mjög jákvætt fyrir okkur að horfa á skjólstæðingin að örorkan verið skilvirkari, þú átt möguleika á að vinna með. Það mjög læknandi ef þú getur tekið þátt í vinnumarkaðnum eitthvað smávegis, þú ert ekki annarkvort eða. Þannig að það mjög góð leið út á vinnumarkaðin að fá að hafa einhverju tengingu og nú býður kerfið upp á sveigjanleika því en örorkukerfið þar fyrir orðið muni einfaldara.
ef að þetta frumvarp fer eftir, því að það bara þannig að fólk ekki að átta sig alveg á hvar það í kerfinu og hvað það rétt á. Þannig að það lítið á mjög jákvætt. En jákvæður þetta endurhæfinguna og nú býðst mun lengri endurhæfing. Það sumir sem þurfa lengri endurhæfingu til að ná sér á strik og það betur haldið utanum það, þannig að það skiptir ekki öllu máli. Þó að eitthvað eitt sem sett upp gangi ekki, hendi ekki alveg, að þá bara ferðu áfram í kerfinu. Þú ert ekki að fara aftur á núllpunkt eins og hefur verið svo mikið og þá hafa öll þessi millistig verið í höndunum á heimilislæknunum, en nú á að koma samhæfingateymið sem á þá að grípa miklu meira fólk þannig að það komist áfram. Því öll viljum við styðja fólk til betri heilsu með endurhæfingu og fjárhag. Þannig að við fögnum þessu mjög. Ég líti á þetta til hagsbóta fyrir skjólstæðingun okkur og þetta mun svo sannarlega létta álagið á heilbrigðisstarfsfólki. Takk fyrir þetta, Sigríður Dóra. Og þá kynni ég að síðasta til leiks Huldu Magnúsdóttur, forstjóra Tryggingastofnunar. En Tryggingastofnun einn lykil aðili í kerfisbreytingunum sem að framundan og ber meðal annars ábyrgð á samþættar sérfræðimatinu og greiðslukerfinu mikilvæga. Gjör svo vel. Takk fyrir Þuríður og kærar þakkir ráðherra fyrir góða kynningu. Ég vil taka undir það sem að kollega mínir hér hafa sagt. Við hjá Tryggingastofnun mjög jákvæðir gagnvart þessum breytingum því að við lítum svo á að þetta muni gera kerfið miklu skilvirkara og það okkur öllum til hagsbóta, bæði þeim greiðsluþegum sem hjá Tryggingastofnun, líka öllum sem vinna í þessu umhverfi. Og einföldun á matinu til hagsbóta og hjálpar okkur öllum. Það sem við kannski horfum fyrst og fremst að breytingin í rauninni samvinna, samtal og samhæfing. Og þetta form gerir miklu betur samstarf milli stofnana og það hjálpar okkur og þau hjálpa líka fólkinu sem að leita til okkar. Og við getum þá vonandi með þessu gripið fólk miklu betur heldur við erum að gera í dag. Það alveg staðreynd að í dag erum við að vinna í sílum. Og stór hluti af þessari breytingu að við erum að vinna betur þvert á alla aðila og getum þar af leiðandi hjálpa fólki miklu betur. Við fögnum því að hafa átt gott samstarf og samtal í undirbúningnum og það hjálpar okkur líka því að það margir stórir þættir í þessu sem við erum að byrja að undirbúa. Og samþætta sérfræðimati stór hluti af því, samhæfingateymin og síðan einn þáttur af þessu sem þjónustugátt. Þannig að það stór verkefni framundan og ákaflega spennandi og okkur finnst mikilvægt að ganga inn í þetta verkefni með skilvirkni í huga fyrir alla. Takk. Takk kærlega fyrir þitt innlegg, Huld, og þá höfum við hlýtt á kynningu ráðherra og innlegg 3 forstjóra sem að breytingarnar varða og ég held og ég veit að það hefur lengi verið kallað eftir þessum breytingum á örorkulífeyriskerfinu til einföldunar og til bóta, hagsbóta fyrir þá sem að nota kerfið. Og það gott að sjá að við séum þó komin á þennan stað sem við komin á hér í dag. En áður en við ljúkum þessari beinu útsendingu, þá vil ég minna á vef félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins frn.is og þar sjáum við frekar upplýsingar allt það sem að snýr að frumvarpinu og varðar þessar kerfisbreytingar. Og þar reiknivélin sömuleiðis sem að ráðherra talaði hérna áðan og þar líka að finna samantekt helstu breytingar og atriði breytingana. Og þá held ég að við sláum botninn í þetta í dag. Ég vil þakka ykkur öllum sem að hér komið og hlýttu á, horfðuð á og voru með ykkur líka á streymi fyrir að sýna þessu mikilvæga máli
áhuga og láta ykkur þetta varða því það skiptir máli. Og þá ætla ég að segja þessum fundi slitið. Takk fyrir.